Pálína, seiglu sigur, en þetta var ekkert voðalega flott framan af. Það þurfti einhvern reynslubolta til að kveiki í þessu. Já, við vorum heldur betur lengi í gang. Mér var svona eins og kannski keðjan var ekki alveg komin á hjóli og pínu rykkaðar. En við erum náttúrulega ekki búin að spila neitt, við erum búin að spila einn æfingaleik á móti einhverjum strákum. Þannig að mér finnst bara svona fínt að við nýttum fyrsta leiklutan og fyrir hálfleikinn bara svona að koma okkur aðeins í gírinn og ég er bara virkilega spennt fyrir næsta leik. Eins og þú segir, það kannski þegar þú ert komið með hóp úr mörgum áttum að þá tekur náttúrulega ákveðin tíma að stilla þetta saman í leik, en núna virðist vera komið svona, já, hvað ég að segja, smá blóð á tennurnar á okkur? Já, ég heldur betur. Mér fannst allan að liðinu leið aðeins betur í öðrum leikluta. Mér fannst svona eins og við vorum lengi og náðum ekki stíi fyrstu 5 mínúturnar eða eitthvað. Það náttúrulega skipti pínu máli og fólk fór að setja hausinn aðeins inn í bringu og svona, en svona er bara körfubolti, maður verður alltaf bara að hissa upp í sig og halda áfram og vona að vörnin fara að klikka og þetta byrjar þar. Þannig að við þéttum aðeins vörnina og mér fannst við ná svona hraðaplöpum og svona auðveldu körfum þá og þá fór þetta aðeins að ganga. Næstu andstæðingar eru Monaco og þeir eru í svona alíslenskum vandamálapakka. Það vantar hæð hjá þeim líka, verður mikið hlaupið í þeim leik? Ef svo er þá hlakka ég alltaf til, ég er mjög gaman að því. Glæsilegt, flottur sigur og frábær frammistaða. Takk fyrir það.